Jæja, komið nú sæl og blessuð hér. Jæja, það komið laugardagur, já. Og það nú aldeilis skemmtilegt hér. Ég horfi hérna út gluggann, hérna á hlíðina. Og það nú aldeilis fínt. Nei, Sigurjón. Og þetta þátturinn Heimsendir. Sigurjón. Aldeilis niður knapp. Sigurjón. Ó, já. Nei, við skulum hætta Já, þetta. Þetta nú, við ætlum að hafa punk þá. Já, það Get svona gestur Einar eitthvað approach, sko. Hérna, það punk þáttur. Já, það punk þáttur í dag. Kominn. Punk Sid Vicious hefði orðið eldgamall í gær. Hann hefði orðið 50 í gær. Hann orðið 50 í gær. Hefði hann ekki dáið. Og hérna... Hvað eru, 17 ár síðan hann dó? 17 ár. 17 ár síðan hann dó í gær. 79, byrju, 17. Já. 17 ár, hugsaðu þér. Já, svona getur þetta verið. Ég man þegar að Sid Vicious lifði meðal okkar. Já, Breiddi út... Já, breiddi fagnaðar erindi út allan heim. Já. Ásamt hljómsveitinni Sex Pistols. Ég las einmitt hérna ævisögu Johnny Rotten. Já. Og þar einmitt var vitnað í föður Johnny Rotten. Þá var hann að tala Sid, sem var vinur Johnny Rotten og var alltaf að koma heim til Sid og svona. Já, einmitt, jú. Og hérna, og sem sé, það sem að faðir Johnny Rotten sagði Sid var hérna, Sid was a suffering idiot. Eða sem sagt, hann þjáðist af heimsku. Já. Sid þjáðist af heimsku. Eða Siddi eins og En, ljótt að hann bara segja svona, ég meina, nú hann dáinn og svona. Já, hefði Sid Vicious verið Íslendingur, þá var hann örgulega kallaði City Punk. Sennilega. Eins og allir punkarar, hétu einhvað punk. Eitthvað punk, já. Siggy punk. Já. Allir þessi kallar. PC punk. Já. En hérna, hvað vildi sagt hafa? Við ætlum að hafa, það er þema þáttan eins og segja punk. Og við ætlum að fá... Tvo góða punkara hérna í heimsókn. Já, annars vegar Bjarnar Brynjónsson, sem er punkari og hann er líka... Hann er ritstjóri Mannlífs líka. Já. Og hérna, hann ætlar að tala um punk við okkur og svo Óskar Jónasson. Já, punkari. Með punk. Skari punk. Skari punk, já. Og hérna, hann gerir nú ýmislegt þann líka, en hann ætlar að koma hérna og spjalla við okkur og sem sagt, heilmikið punk í dag. Og við skulum nú bara hérna... Er ekki við hæfi að byrja á einhverju góðu punklægi? Og góðu, hérna er komin breska hljómsveitin GBH með lagið, þeir eru sem sagt frá Stoke. Já. Og þeir ætla að flytja fyrir okkur lagið Race Against Time. Gjörðu svo vel. Velkomin, Matti. Rock on. Punk on, frekar. Já, punk on. Punk on. Hvað segir Matti? Hvað hérna... Þú hefur nú hlustað mikið á punki dagana, eða ekki? Jó, mikið punk, sko. Já. Náttúrulega Sid Vicious. Já. Númer 1, 2 og 3, sko. Já. Hann hefur orðið 50 í gær. Hann hefur orðið 50. Já. Hvernig ætla hann væri í dag? Hann hefur 50. Ætla hann væri svo Siggi. Las Vegas punk. Ætla hann væri í Vegas. Já, ég veit það ekki, kannski. Hann væri örugglega með svona einhver comeback show alltaf öðru hvoru svona. Já. Einhverjum leikhúsum í London. Ég myndi borga, sko, good money að sjá Sid Vicious í Vegas, sko. Já. Taka My Way. Heitan og Patra, já, taka My Way, sko. Já. Og hérna, já, ég minna þetta lag hérna, GBH, sko, þetta fann ég bara í gamla plötusamninu mínu. Já. Og hérna, og ég er mitt með fleiri lög hérna sem er úr gamla plötusamninu mínu, krassplötum, sko. Þetta hlustaði ég á þegar ég var 13. Já, ég líka. Þú líka? Já, ég hlustaði nú aðalega á Krass. Það var nú eiginlega bara Krass og það komst ekkert annað að en Krass. Hvað hlustaði þú á? En Klass? Nei. Er það alveg? Já, þurftum við ekki að heyra, sko. Fyrsta punklagi sem ég heyrði var hérna My Daddy Was a Bank Robber. Já. Það var fyrsta punklagi. Var það fyrsta punklagi? Ég verð nú einmitt að segja, mitt fyrsta punklagi, eða fyrsta punklagi ég hefði var álíka niðurlægjandi. Það var hérna, hvað hérna, 5 Minutes með Stranglers, þeir voru að koma. Og það er nú reynda besta lagi með Stranglers. Já. En þeir voru að koma sko 78 sko. Já, ég náttúrulega, þetta var í kringum hérna London Calling tónleika klass í Laugardalsvelli. Það var fyrsta punklagi sem það var svona fyrsta, sko. Já, það var svona fyrsta skipti sem að ég segi mér, af hverju er Ramones talin punkljónsveit? Af hverju? Vegna þeir eru almennilega punkljónsveit. Það er bara eins og Stray Cats finnst mér, sko. Já, þú segir það. Já, við viljum ekki, þetta er nú punk þáttur og ég vil nú ekki fara út í ég held að þið vitið ekki hvað er með henni.
Heyrðu, hvað? Matti Punk. Donovan. Já, hann hafði mjög mótandi áhrif á punkið. Já. Matti Punk. Jæja, en hérna, já, við erum alltaf hérna í beinni útsendingu. Við erum hérna í beinni útsendingu, allt getur gerst. Já, getur allt gerst. Sullaði ég kaffi framan í mig. Kemur einhvern svona harðir punkarar hérna og við líka einu svona viðurkenna Donovan sem góðan punk, Ara. En hérna, segðu mér, Matti, hérna, hvað hlustaðir þú á svona fyrir utan Klass? Ég veit það ekki. Hvað með amerísku? Supertramp var fyrsta plata sem ég kýrst. Jæja, heyrðu, og við ætlum að fá hérna Krass með lagið Do They Owe Us a Living. Þakkaði fyrir Matti Punk. Takk fyrir spjallið. Höfundur les 11. lestur. Efst og lesturinn. Eftir förin. Baby doll óg á eftir leikhúsbílnum. Hún passaði þó upp á það að halda jöfnu bíli og milli bílanna. Það mátti ekki verða svo breytt að hún tapaði Paul, eða svo lítið að hann kæmi auga á hana. Paul myndi strax þekkja glæsivagnin hennar, ekki síst þegar númeraplöturnar báru nafn hennar. Baby doll stóð þar gildum stöðum. Við hlýðum frú Doll sat Rottin og þorparinn Jack Blair. Hann var lúpulegur og feiminn eins og unglingsstrákur. Hann hafði aldrei áður haft selskap svo frægrar mannesku. Hann vissi ekkert hvernig hann ætti að hegða sér. Svo hafði í fundum þeirra borið saman og frekar hraklegan hátt hvað hann snerti. Til að segja eitthvað rumdan vandræðarlega. Konan mín hljóp á brott með þessum leikhúsaula. Hann gerði röddina dýpri en hún í rauninni var. Það hljómaði kjánalega. Kona yðar dækja herra Finnsen, svaraði hann samstundis. Edmund Finnsen. Hann vildi leyna nafni sín. Hvers vegna lágu þér keflaður í hjólhýsinu, herra Finnsen, spurði Baby. Hún vissi að hann hét ekki Finnsen, en hún lét á engu bera og hafði ekki augun af veginum. Jack braut heilan af alefli, hann fann tortryggni hennar. Hann varð að halda rétt á spilunum og hann svaraði eftir langa umhugsun. Alríkis lögreglan á hælum konu minnar, hún næstum pyntaði gamla frænku sína til dauða. Sjálfur starfa ég fyrir leyni þjónustuna. Baby doll vissi að hann laug. Tilfinningar hennar og kvenlegt innsæi sögðu henni það. Of margir menn hefðu logið að henni gegnum tíðina. En hún passaði sér samt að láta á engu bera. Þá þurfum við ekki annað en að hringja í lögregluna og segja til hennar, sagði hún glaðlega. Nei, rópaði Jack. Hún hefur liðið nóg. Hann hafði glemt að gera röddina dimma og það hlakkaði í ungfrú Doll. Hvað? Hún ekki sadisti, eða hvað, spurði hún þóttafull. Nei, þetta allt í augnabliks æsingi gert, skiljið þér. Hún svo ung, greið. Ég vildi leyna henni þar til stormin hefði lægt, sagði Jack. Honum var ljóst þetta með röddina og hann roðnaði. Hann ræskti sig. Hvað hún þá að gera með Paul, spurði Baby. Jack átti fullt í fangi með að róa sig niður. Hann lagði kæruleysislega hönd yfir stólbak ungfrú Doll og svaraði sérlega djúpri röddu. Þessi spjátrungslegi leikhúsgemlingur hefur eitrað sál hennar og fyllt hana listamanna legum. Hann hefur snúið henni gegn mér. Hann þykist elska hana, það vantar ekki. En hann fíblar hana og misnotar líkama hennar. Allt sem hann eftir kynlíf og peningar. Baby skildi að hvert orð sem þessi maður sagði var þó ættingur. Paul var engin slíkur maður. Hann var hreint ekki svo manngerð sem notfærði sér annað fólk, sér til framdráttar. Það hlaut að vera eitthvað meira á bakvið þetta. Hún svona rík, spurði hún. Jack kinkaði kolli. Hún milljarðamæringur, svaraði hann. Svo það þess vegna sem þú vilt ná henni frá Paul. Jack lét sem sér væri brugðið. Mér sýnist þú nú ekkert minni áhugasömum leikhústrúðin, svaraði hann með þó nokkru þjósti. Baby lygndi eftir augunum, döft bros lék varir hennar.
Paul Jenkins minn, hann mun aldrei bindast annarri stúlku en mér. Orð hennar vöktu áhuga Jacks. Þá ættum við kannski að starfa saman, spurði hann. Kísulóran malaði. Ég með áætlun sem getur ekki brugðist, sagði hún sigurviss. Jack hlýddi dáleiddur á mál hennar og hann dáðist að tillitsleysi hennar og limsku. Screaming Babies. Nei, lagið heitir ekki Screaming Babies, það heitir Shaved Women. Ég veit að segja að lagið héti Screaming Babies. Nei. Konan segja Screaming Babies. Já, þú það bara að syngja. Já, ég bara Þú að syngja með laginu, já, það er snið. Screaming Babies. Já, herðu, já, hvað er það að tala um? Hvað er það að tala um? Já, ég veit ekki. Að segja frá því þegar ég var í pönkljósið. Já, þú veist kannski ekki, veist það ekki, en ég var einn aðal maðurinn í Nevrensli. Býttu nú við. Þeirri heimsfrægu hljómsveit. Já. Ert þú söngvarinn sem var í Nevrensli? Ég er söngvarinn sem var í Nevrensli. Já, ég held að hann hefði dáið eða eitthvað, tekið ómikið að sprauta sig með ómiklu að hassi eða eitthvað. Nei, hann bara, sem sagt, fór í Ármúlaskólann. Já. Það er þú. Það er ég. Maður sem situr hérna fyrir fram mig. Já. Er söngvarinn í Nevrensli. Já. Holdi klæddur. Ég trúi þess ekki. Og ég samdi mikið af þessum lögum sem við gerðum fræg, sko. Já, byttu nú við. Já, ég nú reyna að rifja hennu upp. Já, eins og hérna Policeman in the Street. Já, ég man þetta því. Þú manst þetta því? Já, það klingi bjöllu. Já. Og hérna Vor. Já, Vor. Tókum Vor, sko. Og Brjálaðar heimur. Mikið lög sem voru einu svona spilu hjá Ævari Kjartansinni hérna í rock-þættinum hans. Hverjum? Ævar Kjartansson, að með rock-þátt. Já, heyrðu, ég var líka í einhverjum svona þætti. Hjá Ævari Kjartansinni? Já. Á Rás 2? Nei, það var á Rás 1. Það var Rás 1, já, ég segi hérna á Skúlagötunni þegar það var þar. Já. Það var í ljósni Andstæða frá Ísafirði. Í alvörunni? Pönkljósitt? Pönk. Vá. Mjög mikið pönk, sko. Eru við þá báðir gamlir pönkarar? Ég veit nú kannski ekki. Nei, ekki, við erum svo báðir pönkarar. Já. Og hvað segiru? Hvaða lög voru þið? Við vorum með hérna lög eins og hérna Government, já, klingi bjöllum. Já. Og hérna You Are Very Crazy. Já. En hérna voru það þið sem gerðu þarna vélmennalagið, var það? Ég veit ekki. Jú. Mennin lappum göttunar eins og vélmenni. Já, var það voruð þið? Vá, maður, eitt uppáhaldslægi mitt. Já, frábært. Alltaf verið að spila þetta. Ég er strax að humma hérna Policeman in the Street sem er Nevrensli, sko. Já. Policeman in the Street. Arresting those see me. Why he does I can't see. But I can be care if he doesn't take me. Einmitt. Þetta samdi ég sjálfur, sko. Frábært að heyra þið syngja þetta eftir öllu sér. Já, rifjast svona upp, bara flashback. Þetta er alveg yndislegt. Þegar við kannski að heyra í Sham 69. Sham 69. Hérna er frábært lag með þeim sem að ég dróð upp úr plötusafni mínu. Já. Og það heitir Sunday Morning Nightmare. Herðu, þetta er tilengað öllum diskófríkum. Ok, gjörðu svo vel. Nightmare. En við bröðum okkur á söngleik. Sunday Morning Nightmare. Já. Við bröðum okkur á söngleik. Já, mikið rétt. Og ekki að vera endan, því þetta var söngleikur byggður á íslenskri bók. Já. Saga samvinnurhefingarinnar. Þetta er Karl Einarsson. Já. Og hún þessi söngleikur er fluttur í hérna Ríkisleikhúsinu í Berlín. Já, enda Ríkisóperunni. Já, Ríkisóperunni, já. Ríkisóperunni í Berlín. Og þetta er alveg magnað stykki. Þetta er magnað stykki og þetta er óvinnuleg efnistök, vissulega, að taka svona fyrir sögulegar heimildir. Íslenska bók. Já, svona sögubók, sko. Já. Þetta er ekki, þetta er sem sagt frásagn, þetta er sögulega heimild. Já, algjörlega. Og taka svona sögulega heimildir. Ég man ekki eftir að þetta hafi verið gert bara. Ég man ekki eftir nefnir. Nei, ég held ekki. Ég held bara að þetta hafi ekki verið gert. Og þetta er alveg... Þetta er náttúrulega stórkostlegt. Já. Og hérna það eru margir góðir menn hana sem koma við sögu. Henrik Müller hérna er leikstjóri, setur þetta upp og hann skrifar líka handritið. Já, eftir þessari ágætu bók, Saga samvinnurhefingarinnar, en á þýsku heitir þetta
Der Sambandsgeheit Geheit, já. Der Sambandsgeheit og sem vel við titill sem að smellpassar sko. algjörlega nú þarna sem sagt Karl Riesenschnauzer í aðalhlutverki og hann fer þarna með hlutverk aðal sambandsmannsins einstakri snild virkilega og hann fer með en leikstjórinn síðan sjálfur sögumaður og rekur söguna einmitt. Og hvernig við sjáum þetta mótunartíma samvinnurhefingarinnar hvernig samvinnuhugsjónin kviknar og síðan hvernig fólki nær saman og fer að opna kaupfélög og svona einmitt og svona fjármagni kemur og þetta stórkostlegt ég hef aldrei séð aðra eins uppfærslu nei, ég alveg samanlega hvað sáu, það voru minnstakosti 500 manns þarna algjörða á sviðinu og þú er svo falleg leikmynd það er svona íslensku torfbæir og svona þessi litlu bæir þeir komið mitt í síðasta vetur og ég mitt að voru að leita svona efni tóku með sér torfbæi og ég mitt svona smálegt stótt sem að þeir eru á sviðinu og þetta er afskaplega fallegt að sjá og svo yndislega atriði þarna þegar allir bændunir taka sér saman bara það er stórkostlegt fyrst þegar lýsir svo vel sundrunginni meðal bændana eiginhagsmunasemi og ótti bændana við landeigundurna og síðan hvernig bændurnir fara að þjappa sér saman og kynnast hver öðrum og fara að þykja vænt hvernum annan fólk kemur þarna bæjónum yfir á annan bæ og næsta bæ og þau bara faðmlög og bóðslega heita ég klöknaði ég fór að hágráta hefði þessi kona ekki verið þarna þarna fyrir framan okkur þá hefði ég hlaupið út bara grátandi hún tók út það er eitthvað snertimann sem Íslending skilur ég var svo stórkostlegt að vera þarna í Berlín sem Íslendingur á svona sjá svona verk, svona stórkostlega uppfærslu og við skulum hlusta bara á útdrátt úr þessu verki og það er Riesenschnauzer sem syngur þetta fallega lag Das Sambandsgeheit og við skulum heyra það hér og nú maður er bara klökkur sko.
Ég fekk bara, sko, gæsahúð, alveg bara af hrifningu, sko. Mér finnst ég endur upplifa bara þessar stundir sem við áttum þarna með samkortum og flugleiðum í Berlín. Sem að það vil taka fram að þau styrtu ferð okkar þarna yfir. En og það bara sko, ég var nú kannski að biðja ykkur afsökunar, kæru áhorfendur, upptakan er kannski ekki af besta kaliberi, en við vorum nú bara þarna með ferðast. Þú grést svo mikið, Sigur, þú sást ekki, sko, þú táraði svo mikið að þú sást ekki mælinn, sko. Einmitt, sko. Hvað þetta var? En ef að einhver á leið til Berlínar, að þá mælum við náttúrulega með þessum söngleik. Og fyrir alla sem vilja kynna sér sögu samvinnuhreyfingarinnar á Íslandi, þá er þetta gjörsamlega ómissandi. Gjörsamlega, og það setur hlutina svolítið í nýtt perspektíf, sko. Algjörlega. En eins og ég segi, við gefum þessa sýningu á sjálfsögðu 5 stjörnur af 4 mögulegum. Af 4 mögulegum, já. Og enn og aftur þökkum við samkortum og sómasamlokum, flugleiðum og náttúrulega Ríkisútvarpinu sem að styrti okkar ferð hingað þarna yfir og tilbaka. Því annars verðum við ekki hér. En við skulum heyra hvað með þjóðarinnar. Með punk. Því að við ætlum að heyra annað punklag með þeim félögum í Sham 69 og þeir ætla að flytja fyrir okkur lagið og leika og syngja lagið Hurry Up Harry. Gjörðu þið svo vel. Við erum komin hérna í beina útsendingu og það er allt gerst og gerist. Þannig að dætti ég maður í beinni útsendingu. Ég er á Rás 2. En hér er komin Bjarni Brynjólfsson. Punk. Bjarni Punk. Þið segið það. Viljið þið kalla mig Bjarni Punk? Já, er það ekki? Já, kannski hef ég einhvern tíma verið kallaður það svona á yngri árum, en ég veit nú ekki hvernig það færi ofan í fólk nú til dags. Ég skil. En ég afneita því ekki að hafa verið punkari og já, þetta er svona ákveðin lífsfílósófía, sko, sem er vel hægt að standa við, sko. Er það ekki? Jú, á vissan hátt, sko. Já. Það er svona ákveði stjórnleysi, sko, sem að maður tók svona sem filosófíu frá þessu og þú veist, og svona gefa svona ákveðina gefa pólitíkusum langt nef svona einhverju leyti og horfa á þjóðfélagið dálítið gagnrýnum augum. Þannig að þú afneitar því ekki að hafa verið punkari. Nei. Þú varst punkari. Nei, ég var nú aldrei neitt punkari. Ég gekk með bleikt hár og lítið á mér hárið og setti sápu í það og grittið upp úr Guinness eins og allir fornir punkarar að gera, sko, og gekk með svona spikes og leðuklæddur frá Kvirli til Ilja og í einsum öðrum furðulegum fatnaði. Glæsilegt. Þetta var náttúrulega tíska líka, sko. Að sjálfsögðu. Og einmitt, það er tíska og mér sýnist nú bara að hún sé enda á gangi oft þegar maður gengur nýri bæði þá sér maður enda. Þetta er alltaf að koma, sko, meira segja hátísku hönnuðurnir, sko, er alltaf að koma með punk. Sjáðu til dæmis bara Alonso, sko. Hann svona verður frægur á því í New York að rífa sokkabuxur og svo leið, sko, eins og Susi þetta Bansis gekk í, sko, og ýmsar fleiri góðar punkstelpur, sko. Ég var einmitt að sjá það í Fashion ég var alltaf á Fashion Fashion Television heitir hann reyndar. Og það var einmitt verið að segja frá þessu að punkið væri svo mikið að koma tilbaka, sko, hjá þessum stóru hönnuðum. Já, sko, Amerikanarnir eru núna að fatta punkið í rauninni, sko. Þetta hefur lifað svona góðu lífi kannski í Kaliforníu, þú veist, og með ýmsum hljómsveitum eins og X og hvað heitir nú aftur? Black Flag og svona. Bad Brains og svona ýmsum öðrum, sko. Og það er, sko, og nú er til dæmis ein vinsælasta bandaríska hljómsveitin í dag er þarna Green Day. Og það er nú hægt að segja svo sem, sko, að Nirvana hafi verið punkljómsveit í rauninni, sko. Þótt að þetta sé kallað eitthvað Seattle grunge, sko, þá er þetta í rauninni ekkert annað en punk, sko. Þannig séð, sko. Eins og, sko, roll to me. Já. Eins og Iggy Pop, sko, New York Dolls, þetta kom upphaflega frá New York eins og þið vitið, sko. Já, þannig séð. Svo föttuðu Bretarnir þetta og tóku þetta svona út frá stéttaskiptingunni og
sem kom og þróaðist út frá einhverju pubbarokki þar sko. Já, en hérna hvað voru hverju voru þínar uppáhalds punkhljómsveitir á sínum tíma? Sko ég fattaði punkið sko vegna þess að ég held í fram sko, ég nú alveg upp á Ísafirði eins og þú Sigurjón og ég held í fram sko að fyrsti punkarinn á Íslandi hafi verið á Ísafirði. Já. Og það var maður sko sem var svona þá, allan hafi ekki verið svona 17-18 ára og hann gekk sko með nælu í kinninni og rifnum jakka og buxum og svona og svona lífgaði eins upp á bæjarlífið sko og ég kynntist punkinu eiginlega í gegnum bróður hans sko. Já. Og það var þannig sko að við vorum að rífast tónlist, það var alltaf verið að rífast tónlist og ég hlustaði á þessum árum bara á ELO sko og 10cc og svona saklausar hljómsveitir og Supertramp sem var þá mjög svona vinsælt gleði pop sko. Þetta annað skipti sem Supertramp á góma í þessum þætti. Þetta annar punkar í þessum þætti. Okay. Og við vorum að rífast þetta sko og hann sagði við mig sko, já, eina tónlistin sem ég fílaði er disco og punk sko og ég fattaði þetta nú ekki alveg sko, hvernig þetta gat farið saman sko en síðan sko eftir því sem að hefur sko þróunin hefur orðið sko, sjáum við nú bara til dæmis danstónlistin í dag, að þetta er ekkert annað en sko rafindapunk. Í rauninni sko techno er til dæmis bara þetta er bara rafindapunk og svona tæknivætt disco og reyndar gekk þetta rifrildi okkar Geirs vina míns Harðarssonar svo langt að við slóumst tónlistina og upp frá því varð ég bara punkari en þetta er nú samt aðeins lengri saga vegna þess að við ákváðum að upp frá þessu sko, upp frá því að við svona slóumst tónlist að þá urðum við góðir vinir. Já. Eins og oft vill verða á þessum árum sko að menn lendi í deilum og verða síðan bara býsna góðir vinir og eftir og sættast og svona og síðan kom það til sko að það var einhver svona hæfileikakeppni haldin og við ákváðum að taka þátt í henni. Já. Og ásamt sko systur hans sem hét Hrönn. Já. Og var líka punkari. Já, mikill punkari. Var það svona punkfjölskylda? Þetta var það til punkfjölskylda svona. Kannski ekki foreldrarnir en systkinin voru öll punkarar og mjög skemmtileg sem slík sko og náttúrulega elsti bróðurinn sem var fyrsti punkarinn á Íslandi, hann átti allar þessar plötur sko. Já. Og þetta var náttúrulega tónlist sem að heyrðist hvergi sko og var ekki til í búðum og var það panta frá Englandi. Ja. En við sem sagt tökum þátt í þessari hæfileikakeppni sem punkarar og mæmum Sex Pistols, Holidays in the Sun og einhver fleiri lög. Já. Og það var svona það fyrsta sem að ég náði sko að heyra, það var sem sagt Sex Pistols, Boomtown Rats og 999. Já. Og Sham 69 reyndar líka. Já. Og þetta var alveg sko bara stórkostleg upplifun. Þarna var komin einhver ný og taktföst tónlist með svona uppreisnar anda í sér sko. Já. Og maður greip þetta alveg sko föstum tökum sko. Og síðan náttúrulega komu svona áhrif sko eins og það að Stranglers tónleikarnir voru haldnir. Já. Og þá fór maður nú bara gangi í leðurjakka sko. Já. Eftir það. Það var bara það var sko, já, þá í rauninni voru merkin komið þá frá skuld. Já, það voru, þú veist, þau fóru svona að koma upp úr þessu sko. Já. Merkin og þú veist barmerkin og leðurjakkarnir og svona sko. Nælunar. Já. Varstu með nælu í kinninni? Nei, ég gekk nú aldrei svo langt. Nei. Að fara að meiða með eitthvað sko. Já, en þeir gerðu það punkararnir sko eins og Sid Vicious sem hefði orðið 50 í gær eins og sko þetta var svona eitthvað svona einhver svona sjálfspíning falin í þessu hjá mörgum sko. Svona að skera sig og brenna sig með sígarettum og svona sem að þú veist getur gerst hjá ungmennum og ég gekk með nælu í kinninni sko. Já. En var ekki vont? Jó, sko eftir svona 2-3 daga sko þá var kinnin orðin alveg stokkbólgin og svona. Já.
þá tók maður hann úr sko. En margir leystu þetta nú bara með því að svona feika þetta sko, setja svona, þú veist, bara svona skera úr nælunum sko og hérna bara svona stillinu upp einhvern veginn í kinnina. Það gekk bara ekki á hallærisplaninu sko. Nei. Það var bara hlýða mann sko. En maður var með svona eitthvað klemmu sko. Þú hefur nú getað bættað upp með að gubba kannski lóan. Ég veit ekki hvernig þetta var hérna í Reykjavík, en gengu pönkarar í Reykjavík, gerðu þeir þetta? Stunguðu nælum í gegnum nefin og hérna kinnarnar á sér? Nei, það var frekar lítið það sko. Ég gerði þetta þegar ég var pönkari sko. Og þetta þótti svakalegt uppátæki sko. Og svona stinga nælu í gegnum kinnin á sér sko. Það var ekkert margir sem gerðu það. En í eyrun en þetta náttúrulega sýnir sko hvað fólk er lengi við vorum oft með nælur í handabökunum það er ekki sásökafullt sko en mér finnst það sýna dálítið sko hvað fólk er lengi að fatta tónlist sko að það er fyrst núna sem að pönk er að vera vinsælt að vísu yfir margt annað gest sko tónlistin er að mörguleiti orðin harðari og svona og það en þetta var sko svona mikið af þessari tónlist var afskaplega melodísk og svona sko þetta voru svona einfaldar laglínur og mikill hraði í spilirínu og hérna og meiri segja sko farið út í blues-takta á köflum sko eins og UK Subs gerðu með plötunni Another Kind of Blues og reggae og voða mikið reggae það náttúrulega gerist sko í Bretlandi ef maður tekur þarna verður svona fyrsti samruni sko hérna hvítra og svartra hérna krakka sko og sem taka höndum saman sko til dæmis frá Jamaica og ég lesi það og heyrt að sko að til dæmis voru það svartir sko úr Brixton hverfinu sem kendu til dæmis klass að spila reggae sko og þetta voru svona reggae tónlistamennirnir voru að koma frá Jamaica og reggae var dálítið svona inn í Bretlandi á þessum tíma og þeir kendu þeim beatin sko kendu þeim taktana og þá Klass fóru mjög langt út í sína reggae pælingar og Bubbi Mortens líka hann gerði ég man eftir hellingarpöngurum sem höfðu líka ósvalega gaman að Bob Marley sko ég náði aldrei þessum reggae ég átti allar Bob Marley plöturnar líka sko og hlustaði ennþá mikið á þær en tekur upp þessar gamlu plöturhundum ég er nú hræddur það sko ekki allar sko en margar til dæmis Sex Pistols hlusta ég alltaf á reglulega og hérna Ramones hlusta ég á alltaf þegar mér langar til að koma mér í gott skap sko ef mér leiðist þá hlusta ég á punk Matti Punk var hérna á þann og hann var eitthvað þjarkum það að Ramones var í punk hann var ekki sammálaði hann var ekki sammálaði því sko ég myndi nú segja sko Ramones væru í rauninni sko samt þeir væru svona Beach Boys punksins þeir voru náttúrulega amerikanar sko en þeir koma til Bretland sko á þessu tímabili og tóku þar meðal annars upp sína eina bestu plötuna sína sem er hérna The Ramones Live in Royal Albert Hall sem er alveg brilljant bara meistaraverk algjört meistaraverk sko og stanslaus keyrsla og ég reyndar upplifði það nú að sjá sko Ramones 1987 í hérna Hammersmith Palais í London og það var geysilega skemmtileg upplifun en ég var samt fyrir dálítið miklum vonbrigðum að þeir voru þá orðnir svona hardcore dálítið sko og þeir spiluðu sko lögin eiginlega of miklum hraða fyrir minn smekk en kannski hef ég bara verið orðið svona gamall þegar ég fór á þetta en ég var nú samt ekki nema held ég 25 En heyrðu, áður við höldum lengra við skulum aðeins að halda þér hérna lengur og spila, við vorum reyndar að tala um Ramones en við skulum spila samt hérna Sex Pistols og spila hérna Bodies við ágætalega Bodies áður við höldum lengra Bjarni er hérna þá okkur og segðu mér Bjarni, nú eru Sex Pistols nú eru semst fréttir það að Sex Pistols sé að fara að byrja aftur og hinn frábæri Johnny Rotten sem hefur nú alltaf talað mjög illa fyrirverandi félaga sína í Sex Pistols og verið alltaf á móti því að þeir myndu hefja samstarf aftur hann loksins búin að gefa inn
Hvað er þitt? Já, hann sko, hérna John Lydon eins og hann vill nú reyndar kalla sig sko, vegna þess að Rotten var nú bara punkara nafnið hann sko. Já. Hann talaði nú aldrei illa þá sko félagana sína, en hann sko lenti mjög svo upp á kant við Malcolm McLaren sem að í rauninni bjóð þessa hljómsveit til og svona hannaði útlitið á henni og fann út öll sko svona fjölmiðla upp á komurnar sem að Sex Pistols stóðu fyrir sko. Og honum sko þeir lentu mjög upp á kant saman sko, og það voru einhver svona réttindamál og annað sem þeir lentu svona þeir fóru í hár saman út af. En ég veit það nú ekki, mér finnst nú John Lydon hafa verið að gera ágæta hluti með hljómsveit sinni Public Image Limited og hann hefur meðal annars spilað sko á tónleikum með þeirri hljómsveit gömul Sex Pistols lög og svona highlights af því sem að þeir gerðu og ég var nú þess aðnjótandi að sjá Public Image Limited á tónleikum í París. Það var geysi skemmtilegt og ég hef svona reynt að fylgjast alltaf þegar ég hef séð viðtöl sko við John Lydon, þá hef ég lesið þau og þetta geysilega gáfaði maður og mjög skemmtilegur. Og hann til dæmis frístundamálari og hefur aldrei sýnt neinum það sem hann hefur málað, hef ég heyrt sko, hann svona mála bara fyrir sjálfan sig. Hann gaf út ævisögun í vor, algjörlega frábær lesning. Já, ég hef ekki lesið hana. Nei, hún er að lesa hana, hún er frábær. En ég veit það nú ekki, sko, þeir Steve Jones og ég man nú ekki hvað trómarinn hétt, Paul Cook alveg rétt, sko. Og Glenn Matlock, hann allar að vera með. Já, einmitt, sko, þeir hafa nú ekkert verið að gera neitt sérstakal hluti, sko. Þeir hafa svona verið voðalega fastir í farinu, sko. Já, Steve Jones náði nú að semja nokkuð ágætislög með ekki pop á Já, það er svona viðtal við þá tvo í Melody Maker, það sem þeir kvörtuði við því að þekkti þá enginn. Já, einmitt. Þeir voru að labba út á götu og svona, sko, fóru á bari og svona, það þekkti þá enginn. Sko, vissi ekki að þeir voru í Sex Pistols. Sko. Það var náttúrulega vegna þess að þeir hétu sko Steve Jones og Paul Cook, sko, en Sid hét Vicious, sko, og Johnny hét Rotten. Já, þeir klæddu sig líka aldrei. Þeir var bara alltaf einhvern brúnum jökkum og engin merki og enga nælur og ekki neitt. En sko, John Lydon var náttúrulega mest í tónlistarmaðurinn. Já. Og mest í listamaður. Já, hann var artíst, sko. Já, akkurat. Sid átti miklum erfiðleikum með að læra á bassan. Já, hann var svona bara dálítið kjáni. Hann var bara svona punkari, hann var svona eins og Beser í Happy Mondays. Já, en Bjarni, nú erum við bara alveg að fara að renna út tíma, þess að fréttirnar þurfum endilega að dembast yfir okkur núna. Já. En meira hörmungar svona hérna og þannig heiminum. En segðu mér hvernig fer þetta saman? Nú ert þú ritstjóri mannlífs, hvernig fer þetta saman að vera gamall punkari og ritstjóri glanstímarits? Já, það bara fer ágætlega saman, skal ég segja. Já, vegna þess að maður nú kannski ekki svona punkari sko alveg í daglega lífinu sko. Nei. Og maður löngu hættur svona spýta á gangstéttir og svo leiðis. Einmitt. Og nú verðum við bara að þakka kærlega fyrir spjallið. Bjarni Brynjólfsson, verður blessaður. Þakka fyrir. Blessaður.